Já, þá ætlum við að ræða svolítið viðkvæmt mál en mál sem að brýnt að gefa aukinn gaum. Það eru börn og drykkja eða börn og víma. Það eru vísbendingar að íslenska forvarnamódelið sem, hvað maður að segja, náða að höggva veruleg skörð í ofneyslu unglinga á áfengi, unglingadrykkju, að þessi íslenska leið, þetta íslenska forvarnamódel sé að láta undan. Og formaður Samfés, Valgeir Þór Jakobsson, hann hingað kominn að rauðaborðinu og hann ætlar að lýsa fyrir mér reynslu heimi unglinga í félagsmiðstöðunum eins og það kemur honum fyrir sjónir og ræða leiðir til að snúa vörn í sókn. Vertu velkominn, Valgeir. Takk fyrir það. Þetta ekki bara rétt sem ég segi? Ekki unglingadrykkja að aukast? Jú, að minni svona tilfinningu og minna kollega á vettvangi, þá finnst okkur bara að sjá það og finna fyrir bersýnilega á gólfi félagsmiðstöða. Hvað það? Að svona síðastliðin ár sé akkurat að vera svona dvína svolítið undan þessu sterka kerfi sem hefur verið í gangi síðan ég fæddist. Og vakti heimsathygli. Og gerir enn. Já, litið til sem fyrirmyndarlegar. Já. Og þetta svona tilfinning sem við höfum haft svona alveg í nokkur ár og það þetta tengið þetta við margt eins og bara COVID og annað, en þetta náttúrulega rosa fjölþætt vandamál myndi ég segja. Já. En jú, bara eins og minni 10 ára starfsæfi í þessu starfi að þá myndi ég segja að ég finni fyrir því að maður sé að díla oftar við drykkjutengt vandamál, hringja oftar heim út og nákvæmlega því. Það er búið eitthvað vettvangstarf og annað. Já. Og þú ert kunnugur rannsókn sem Árni Guðmundsson forvarnafulltrúi að gera. Já. Þar sem hann talar við einmitt starfsmenn félagsmiðstöðva. Já, hann sendi spurningalista á alla stjórnendur félagsmiðstöð á Íslandi og færir henni mjög hátt svarhlutfall yfir 60-70 manns af landsvísu sem svara því og þar kemur eiginlega bara nákvæmlega sama út að það er yfir 60% stjórnendur félagsmiðstöða sem að telja að drykkja með unglinga sem búin að aukast síðastliðin 2 ár. Já. Þú nefndir COVID. Heldur það hafi verið einhver vendipunktur? Já, ég held að það hafi ýtt undir. Ég held að það sé ekki eina orsökin. Nei. Þetta er ekkert þessu mjög fjölþætt og þetta er svona samfélagslegt vandamál og meira. Já. En ég held að það hafi alls ekki hjálpað til og við verðum örugglega næstu 5-10 árin að finna fyrir afleiðingu COVID almennilega. Já. Og svo tekur náttúrulega ennþá lengri tíma að rannsaka nákvæmlega orsakatengsl afleiðinga COVID. Já. Að svona það hefur flosnað undan einhverju lími sem var í samfélaginu, það var orðið félagslega raskanir og... Já, ég meina maður bara ímynda sér það að þú ert að setja börn og ungmenni og unglinga í þá aðstæður að fá ekki þennan jafningja grundvöll frá degi til dags og hvað þá mánuðum eða vikum saman. Já. Og það er bara svona, það er alls konar félagsþroski sem að þú missir af. Já. Og þessi félagstengsl og tengslu jafningja og jafnvel bara koma þér í aðstæður þar sem þú fyrir að læra af reynslu og upplifunum. Þú veist, þú tekur þetta svolítið í burtu í 2 ár eða meira og það er akkurat það, maður veit ekki nákvæmlega hvað gerist í kjölfarið en það er alveg klart mál að þetta hefur einhverjar afleiðingar. Já. Áður en við förum sérstaklega til þess að kynnast starfinu innan félagsmiðstöða í þessu spjalli, þá ætla ég aðeins að halda mig áfram við svona stórumyndina þjóðfélagið í heild. Finnst þér að við séum að gera það sem þyrfti að gera til að stemma stigu við því að unglingadrykkja að aukast, núna bara rökstutt samkvæmt rannsóknum? Ég spyr meðal annars vegna þess að sýnileiki áfengis, hann orðin miklu meira á íþróttaviðburðum. Það er mikið rifrildi inn í íþróttahreyfingunni það hvort sala áfengis, þar sem börn eru viðstödd, sé eina leiðin til þess að bjarga fjárhag íþróttafélagana og eitthvað svoleiðis. Mörgum finnst þetta náttúrulega mjög skrítið að forvarna hlutverk íþróttafélagana sé ákveðinni hættu vegna þessara breytinga og svo bara það er alltaf að koma fleiri og fleiri sprútsalar, netsölur og allt það. Finnst þér að við séum að einhverju leyti að sportna sem samfélag við þessari þróun? Sem samfélagi heild þá finnst mér svona að því sem að ég best veit líður mér eins og að sé vanti bara alla samheldni hvað var þessa stefnu, bara hvað viljum við forvarnir og ungmennum okkar. Það sem að ég þekki ekki nógu vel og get ekki beintengt
aukna áfengistrykku við sýnileika áfengist og að það liggur bersýnilega auðvitað getur þetta haft áhrif en það sem eins og ég horfa á þetta ég elst í rauninu upp, ég fæddur 95 og ég elst upp í svona þessu brautriðandi forvarna módeli og upplifi ekkert annað og svona horfa tilbaka, það var akkurat bara, þú veist, íþróttafélögin, foreldrafélögin, skólanir, lögreglan, þú veist, lögreglan var að senda krakka heim og þekki ég marga vini sem að bara mínum aldri sem voru bara teknir upp í löggubílu og voru 500-10 á sumartíma úti. Já, það gekk svona. Já, ég meina, þetta þótti bræðilegt að því útivistartími í lögum. Ég veit ekki hversu mikið aðhald að því þó ég telja þessi alveg vera að aukast aftur en það bara einhver svona samheilni hvert við stefnum með þetta fornamál sem að mér finnst vanta að þegar ég horfi á til dæmis þetta íslenska fornamódel sem ég er búin að læra og fór á ráðstefnu þessu á Planet Youth og bara sjá þetta bersýnilega hvernig þetta gekk og þá kem ég sem sérfræðingur í mínu starfi og mér finnst ég akkurat ekki sjá þau sem á skrefi eitt sem samheilni samfélagsins það sé allir á sama borði. Nú til dags horfi ég á þetta og akkurat íþróttafélögin á einu máli hvert við stefnum stjórnvöldur á einu máli hvar það ætla að eyða peningum í forvarnir skólar og fjölskyldur það einhver skautun þar, hvar liggur ábyrgð foreldra á skóla, þú veist í aðalnámsskóla grunnskóla kemur fram að ábyrgðin ávallt á borði foreldra en mér líður eins og það sé akkurat líka svona ekki samheilni þar foreldrafélög tala til dæmis það að það sé bara erfitt að virkja foreldra og alls konar þannig þannig að þú veist það vantar finnst mér eitthvað þarna samfélagslega samheilni það sem allir eru á sama máli og það kannski erfitt í upplýsingar óriðu nútímans og við erum líka bara í gjörbreyttu samfélagi við erum ekki í sama samfélagi og vorum 1992 þegar þessi útivistarlög eru sett í gang og þetta herferði farið á stað að þetta þú veist, við erum fjölbreyttari þjóð, við erum stærri þjóð, fjölmennari, við erum með töluvert meira vinnandi foreldrum, þar sem að það nánast krafa til þess að báðir foreldrar vinni fulla vinnu og ef þú ert á einstæður eða jafnvel 2 foreldrar vinni meira en fulla vinnu og þannig þetta svona, þú veist að akkurat að gefst þá hverfur svolítið þessi tími sem að fór í svona að umgangast börn og annað. En ég get rænt að lengi þetta, það akkurat, mér finnst þetta alveg svona kjarnamála, það eitthvað það einhver staðar sem að við sem samfélag sofnuðum á verðinum og fórum að svona sætt okkur meira við eins og við erum búin að ná markmiðum í staðan að vera viðaldægum. Þannig að elskum sem þjóð að bregðast við en ekki að fyrirbyggja. Náttúruhamfara hugsunin bara taka til eftir snjóflóðið en huga ekki nógu vel að því að fyrirbyggja það. Sko ég held þetta mögulega tengist þetta sem voru að tala því að það bara svona það mörguleiti erfitt að fá okkur einmitt til þess að fara undir einn hatt og leita að einhverjum svona samtvinnuðum lausnum þar sem við leggjumst öll á árar. Þetta orðið svona meira einstaklingshyggju dæmi fjölskyldnanna og ef það verður þannig þá finnst mér líklegt að það auki stéttaskiptingu í landinu. Mér finnst líklegt að þar sem einhver vandamál inn á einhverju heimili og í uppeldi barna og unglinga að þar skipti meira máli að við skrifum nýjan samfélagssáttmála þar sem ríkið og við opinbera og margir aðilar komið saman til þess að hjálpa barninu og minnka líkur á að það verði til dæmis vímuefnum að bráða eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta gæti auki stéttaskiptingu eftir svona uppeldisaðstæðum og efnahag. Já, ég meina ég nú ekki sérfræðingur í þeim málum en þú veist maður getur samt lagt 2 og 2 saman og þær fjölskyldur sem að báðu foreldrar mjög efnaðir eða góðum vinnum og hafa haft gott bakland til þess að komast á leið eru þar að leiðandi kannski að vinna styttri vinnudaga og eru með meiri frítíma og gefa sér meiri tíma í börn en svo getur það líka fyrir algjör andhverfu sína að maður veit alveg dæmi þar sem að það eru foreldrar sem eru kannski fyrirtækja rekstri fleiri en einum og eru því að leiðandi bara með það lítinn frítíma að þau eru með aupera einhverja sem að hjálpa til við uppeldi og annað og sem að gera bara akkurat fyrir heldur samverða fjölskylda á að gera
Já, einmitt. Þannig að þú veist þetta fyrir báðar áttir og maður veit ekki hvar nákvæmlega myndi líka sko. Nei, en sem sagt sko fræðslu hlutverkið sem áður var svona miðstýrðara upplifi ég, það meira komið á herðar foreldrana og ábyrgð þegar losnar svona límið í hérna samfélaginu. Já, það er einhverju liti og eins og ég horfa á þetta þá er þetta akkurat bara það hérna að eins og þetta fræðslu hlutverk að hvar foreldrar að fá upplýsingur og annað það var einfaldara að miðla því áður en að til dæmis interneti, samfélagsmiðlar og annað kom til sögunar að þá gastu hengt upp plaggat eða gefa út bækling flestir sáu það, þú gast senda eitthvað í sjónvarp eða kastljós eða fréttir allir sáu það þú veist, það er undantekning ef allir horfa á fréttir á kvöldin í dag þú frekar að lest fréttinar í síman og þú fer bara handóskent hvaða fréttir þú færð og það vita ekkert allir hvað umræðefni gerðdagsins var og það er að leiða þetta akkurat að það er erfiðar akkurat að miðla upplýsingum og hvað þá að fræða foreldra eða bara samfélagi heild sinni forvarnarhlutverk og hvar við stöndum og annað. Já, og það er ekki eins og internetið og samfélagsmiðlarnir sem að unglingurinn er að nota inn í herbygginu sínu. Það er ekki eins og að þessi fyrirbæri séu bestu vinir unglingsins eða bestir í forvörnum. Það er þvert á móti þá spila þessi öfl inn á ótta og óöryggi og geta jafnvel aukið. Það er bara eins og með allt svona allt sem fyrir auka sínar og sem að samfélagsmiðlar á mínum mati eru búin að gera náttúrulega í samfélaginu að það hefur ekkert alltaf góð áhrif en þú getur nýtt allt þetta til góður áhrif. Þetta er bara sem dæmi bara tölvuleikir sem að bara alla okkar tíð hafa oft verið svona einhver liti hornu af, sérstaklega fullorðnu fólki og það talið að það sé uppspretta íls eða einhverja vandamál og annað og svo þegar það er rýnt í tölunar eða séð bara að þú fer rétt aðan nú til dæmis keppt í rafurútum og eftir rafurútir að það er, ef þú fer rétt að þá eru töluleikir alls ekki uppræta íls eða einhverja vandamál heldur þetta að nota þetta bara sem félagslegt tól þú getur eflt liðstyrkingu og liðtóakrafta einstakleika í gennum tölvuleiki þú getur eflt bara samskiptafærni þeirra og samu í gennum tölvuleiki bara að þú ferða þessu svo íþrótt og sama með bara ef að foreldrar nota tölvuleiki sem samveruverkfæri bara hvað að gera á kvöldin og hérna bara spila í tölvuleik saman það er tölvöld betra heldur en að spila inn í herbyggi en á sama tíma getur þú félagslega einangraður og fundið þarna einhvern samastáð fólk sem að tengist við og annað þú getur fundið bara þitt eigið samfélagi gegnum interneti og tölvuleiki sem er líka rosa jákvætt en aftur á móti, þú veist, þetta allar afgjörð hafa slæmar afleiðingar og sama horfi á með samfélagsmiðla þú veist, það er margt frábært til samfélagsmiðla bara það að maður geti haft samband við ömmu sína og sendi henni daglega myndir austur á land í gennum samfélagsmiðla og sín hvernig börnum hans er alast upp og það er alveg fullkomið en það er enginn sem fylgist með Nei, það er það líka það er þetta eftirlit og hvar maður eru línuna og hvar eru boð og bönn en þann dag í dag myndi ég segja að samfélagsmiðlar er bara einhver risastór samfélagsleg tilraun sem að enginn ána með einhver einkafyrirtæki út í heimi og það er ekki einu svona neinn þjóð eða land sem að vita hverju leggja línunar, hvað var það lög eða hverju leggja og annað og ég sem foreldri hef upplifað mikið úrræðaleysi og svona bara margar spurningar sem hafa kviknað án svara við það að fylgjast með börnunum mínum sko, í þessu ferli en ég tek undir það sem að margir hafa sagt að frá með þessum tíma 2011-2012 þegar þetta verður svona ráðandi þá verður einhver breyting og hérna síðasta frétt sem að ég skrifaði þingmenn og áfengi þegar ég var á fréttablaðinu forðum áður en það fór á hausinn hún fjallaði að einhver þingmaður og einhver þingmenn með honum þeir lögðu fram frumvarp sem þeir vildu geta átvr fengi að selja brennivín alla daga ársins líka á helgidögum og það sem er svo áhugavert er að á sama tíma og umræðan hefur verið svolítið þarna fókusinn réttur okkar til þess að vera full alltaf fengið áfengi instantly 1, 2 og 3 þá hefur verið að syrta í álinn, getum maður sagt í forvarnarmálum og hjá unga fólkinu. Er þetta ekki bara fullkomið mótsögn? Þá samfélagsmiðlanir? Nei, bara áfengis. Ef þingmenn er að ræða mál þá vilja þær helst drekka oftar brennivín og fleiri dögum og almenningur geti gert það
og hérna frekar en að það eru voða veikar forvarna raddir inn á Alþingi og víðar í stjórnsýslunni núna. Það er svona eins og við bara hundsum þessa þróun. Já, ég menna að hluta til og það er alveg rétt að stundum vantar málsvara ákveðna hópa inn á Alþingi. Já. En það er akkurat bara eins og það er uppsett og þar sem maður leggur hérna krafta sína samfélaginu að þetta er eins og ég horfa á þetta líka sem með áfengið og aðgangs þess og auglýsingar og annað. Auðvitað hefur þetta breytingar og leiðir að einhverju slæmu í för með sér, en eins og maður er líka oft hort á bara eins og með úlinga, þeir sem ætla sér að drekka munu drekka. Þeir finna sér leiðir. Já. Og það er ekkert gott að auðvelda þeim það. Nei. Vissulega. Nei. En það eitt og sér að gera þetta aðgengilegt mun auðvelda. En kjarni málsins líkur akkurat líka bara í því bara hvernig líður úlingum í dag. Þau eru að alast upp í allt öðru umhverfi á samfélagi sem heldur en að bara restina þjóðinu hefði einhvern tímann upplifað. Að þarna til dæmis bara, þú veist, af hverju drekka úlingar? Er þetta út af vanlíðan? Er þetta út af einhverju öðru? Út af kvíða eða þunglindi og þú veist, brotnu heimili og baklandi. Að þau sem að ætla sér að drekka muni gera og ef við auðvildum það þá munu fleiri gera það. Að því að þetta getur orðið spennandi fyrir þeim og því fleiri sem gera því fleiri geta sóst að því að þetta er bara áhættu hegðun sem hún laðar oft að. En til þess að fyrirbyggja það, þetta er svo nefndir og langum að snerta aftur á samfélagsmiðluna. Þú veist, þessi breyting frá cirka 2011. Mamma er þess að sjálfur eftir bara þegar ég fekk samfélagsmiðl ég bara úlingadeild inn í minni félagsmiðstöð að búið til Facebook að það var ekkert aftur snúið. Að þetta er svona, þú veist, að tengja þetta í einhvern heim sem að vissir ekkert hvað afleiðingar hefur og nú til dags er þetta orðið bara tífalt, stærra og styrum. Og þetta hefur slæm áhrif á líðan ungmenna. Og það eiginlega bara, mér finnst sjálfum og þetta er svona svolítið persónuleg skoðun bæði í starfi og í mínu persónulífi að mér finnst svolítið galið að gera rannsóknir á líðan úlinga ár eftir ár og sjá aukningu og nánast orsaka tengsl við notkun samfélagsmiðla ár eftir ár og eiginlega bara svona að horfa á þetta, hvað getum við gert? Þetta er einkafyrirtæki eða þú veist, þetta er bara, maður setur ekki lög og annað. Mér finnst það svolítið skrítið að því þú veist, þarna það virkir ekki endilega boð og bönn að banna samfélagsmiðla og eitthvað þannig, heldur virka bara þetta eins og samfélagslegt átak það að foreldrar skildu vera sammála hvenær barn fyrir á eignast snjallsíma að fer á samfélagsmiðla, þú veist, þetta er ég er ekki með réttu lausuna við það, en ég myndi segja að það eru stór orsakatengsl með líðan ungmenna og samfélagsmiðla. Og það er að tengja þetta í miljón ringi hvort að COVID hafi ítt undir og gert þetta verra eða hvort að áfengisdrykkja fór að aukast út af einu heldur myndi ég segja akkurat að það sé bara slaki öll í samfélaginu. Þetta er mikið umhugsunarefni og þegar samfélagsmiðlarnir náttúrulega fóru í símana sko, þegar appin komu, það var mikil breyting líka frá því að þetta færi úr þessum þunglamalegri tölvu sko. Þú veist, eitt sinn fórstu í skólan og varst kannski fyrir áreiti eða spjalli eða eitthvað annað, svo kemur heim og þú fyrir pásu frá þessu. Og hvað þá ef að þú stendur höllufæti og þú ert lagður í einelti eða bara líður ekki vel, þá fórstu úr skólanum á einhvern griðarstað eins og félagsmiðstöð og veist pásu frá þessu. En út í dags þá er þetta er allan sólarhringinn. Þau koma heim og þau eru ekki pásu frá þessu. Þau forðast ekki vandamáli sem lengur með því að fara úr umhverfuna, því umhverfið er í höndunum á þeim. Að þetta er svona þetta er akkurat stórt vandamál inn í en þá stærra vandamáli sem er bara þessi líðan ungmenna og þeirra upplifun okkar. En barn sem glímir við áhættuhegðun, barn sem líður ekki nógu vel, unglingur sem að þú sérð að þarf meðhöndlun, þarf að hjálpa, er það ennþá bara gamla góða áfengið sem er algengast, er það bjórin eða stertvín eða er það dópið eða hvað er það sem að krakkar eru að nota? Bara, maður hefur heyrt sögur og séð að það er alltaf á milli himins og jarðar, að auðvitað er áfengið er ákveðin svona það getur stigmagnast upp í sterkari efni. Áfengið er menningarlega viðurkennt og sama leyti þá veit maður til dæmis líka að úlingur sem að fóru kannski beint í sterkari efni og aldrei áfengið, þetta er svona það er ekki alltaf eitthvað eitt leiður öðru, heldur er þetta alltaf eins og við horfum á það bara að barn og úlingur sem að leiðir hennar veg
bara í 100% tilveika fórnarlapp sinna aðstæðna. Að það er eitthvað undarleikjandi hann á bakvið og stundum þetta bara persónuleika tengt eða annað bara, en það fáir eitthvað tækifæri til að hitta hóp sem í átahöfðun tölvöld meiri líkur að þú fáir að vera með í þeim hóp og eitt leiðir öðru en jú, þetta svona ég myndi alveg segja að við erum alveg sammála á vettvangnum það að síðastliðin ár þá ekki bara eitthvað áfengisdrykkja aukast heldur það kannski ekki fjölga tilvikum notkun sterkra efna en tilvikin eru alvarlegri að við getum kannski litið 10 ár aftur í tíman og við erum ekki endilega að hringja fleiri símtöl eða díla við fleiri ungmenni sem að standa höllum fæti heldur eru vandamálin í rauninni bara stærri, flóknari og alvarlegri og það stundu líka það sem maður að rekast í að það af leiðandi að þú ert að setja alla orku við vorum að tala skólakerfið líka bara þú veist stofnanir sem að grípa þú veist einstaklinga, þú veist vogur, stuðlar og annað og félagsmiðstöðunar og íþróttafélög þú veist að þú ert að eyða töluvert meiri orku en þú gerðir áður í alvarlegri atvik og þar að leiðandi nærði ekki einu svona að grípa boltan þar svo átt að grípa hann í forvörnunum sjálfum og í fyrirbyggingunni á þessum alvarlega og það líka svona svolítið partur af þessum vandamáli að maður rekast á þennan vegg eitthvað sem að maður hef ég heyrt að vettvangi ekki búið að vera vandamál hingað til Nei En einmitt sko, náttúrulega flestir krakkar þeir hafa það bara að allt gott það ekki? Jú, bara þú veist, þetta akkurat yfir 90% af krökkum bara eru akkurat á mjög góðum stað. Og það bara mjög margir sem að halda því fram að við höfum aldrei átt yndislegri börn og frábærari börn og að uppeldisaðferðir svona sem að eru kannski að mörguleiti aðeins skárri í dag heldur en áður þótt að séu margar meinsemdir þessum óvissu tímum sem við lífum og nýrri tækni sem við höfum verið að tala og svona þá það má ekki gleymast að mikill meginþorri allra barna, þú segir 90% bara eru í góðum málum. Já. Ég sé að þú ert í Hólmasel. Já. Ertu að starfa þar? Já, ég er forstöðumaður í Hólmaseli sem er félagsmiðstöð í Breiðholtinu. Já. Breiðholtið hefur einmitt stundum komið til umræðu sem einhvers konar, hvað maður að segja, frávik. Já, bara við fjöllum þetta mikið í Breiðholtinu, við erum svolítið bara svona fórnarlöfn neikværar umfjöllunar. Þið eru fórnarlöfn neikværar umfjöllunar. Já. Og ástæðan fyrir orðaða þannig er að þetta ekkert hverfistengt. Nei. Þetta eru bara ungmenni sem standa höllu fæti og eru fórnarlöfn aðstæðan að koma á brónum heimilum. Þau koma allstaðar að. Já. Akkurat núna vill svo til að það er ekki til dæmis þessi stóra strætistöppistöð og var í hlemmi heldur samnastöð saman í Mjótinni og við förum til dæmis í vettvangsferð í Mjótinu og nú er ég að nefna Mjótina þegar hún er búin að vera mikið í fjölmiðlum undanfarið því það hefur verið töluvert meiri hópamyndun og vandamál tengdu bara þessu svona áhættuhegðun úlinga þar og við förum þannig til dæmis í félagsmiðstöðinni reynum að fara eitt úr hverju félagsmiðstöð í hverfinu bara á rölt á félagsmiðstöð opnar tíma þannig að við séum í raunum auga allstæðar fyrir úlingan allstæðar og við vitum það alveg bersýnilega að þetta er minnihluti krakkur Breiðholtinu þú veist við getum ekki tengt þetta við hverfi þetta eru bara krakkar hvaðan sem þau koma þú veist krakkar taka strætó af Suðurnesjunum og með þess af Suðurlandinu svo Selfossi og Hveragerði Borgarnes og annað bara allir strætóstoppar stöðar enda í Mjótinni og meðal annars þau sem komur Hafnarfirði eða Vogunum eða úr Kópavogi, miðbænum, Austurbæ þú veist, þetta eru krakkar allstaðar að og það er að tengja þetta við eitt hverfi þó það gerist þar það er svolítið ósanngjarnt gagnvart ungmennum í þessu hverfi og það er til dæmis núna ungmennaráð Breiðholts og foreldrafélög Breiðholts eru bara að standa í stáli við það bara hvernig eflu við ímynd hverfisins þú veist, ég er sjálfur alinn upp í Breiðholti get ekki ímyndið með betri æsku þetta er æðislegu staður en á sama tíma þú finnur öll vandamál sem eru í Breiðholtinu í öðrum hverfum líka það er bara hvernig horfur ára og hvaða smásjá setur undir eru margir skólar á Íslandi sem að verið fjallað sértengd úlinga og barnamál í fjölmiðlum Nei, allir skólar á Íslandi díla við vandamál og einelti, ofbeldi og annað Það er þetta vitnum til herferðar Morgunblaðsins sem að bara fluta okkur hverja fréttin og fætur öðru Já, ég meina og svo kom þetta kom bara á mörgum fjölmiðlum líka bara Vísi og öðru og þetta kemur bara á mörgum stöðum og maður líka ef maður horfur gagnrýnt á þetta að það er mjög oft til dæmis bara dagbók lögreglu eftir helgi að oft
fyrirsögnin ef eitthvað gerist í Breiðholtinu þó það var smávægilegt þá það fyrirsögn. Já. En nú er ég komin út fyrir það því að ég er bara hjartnæmur Breiðholtingur. Nei, mér finnst þetta skipta en þetta skiptir máli í umræðinni. Þetta setur líka þetta segir svolítið úlingum hverfisins og börnunum og foreldrum og annað bara er svolítið að segja hvar þau eru stödd út frá algjörlega óháð þeirra upplifun. Já, ég finna það kviknar í þér. Já, þetta er mér hjartansmál. Já, þetta er hjartansmál. En þetta er líka, og svo ég vil bæta hún á þetta er einn af liðunum sem var ekki í gangi 1990 okkar þegar 80-90% ungmenn á Íslandi höfðu drukkið áfengi fyrir 10. bekk. Það var þá sem var gripið í taumana og fjölmiðlar voru saman í liði með foreldrafélögum, æskulýsfélögum, lögreglu, skólum, félagsmiðstöðum og íþróttafélögum. Þar voru líka fjölmiðlar með í liði og þeir spila risastórt hlutverk í þessu. Já. Bara hvaða upplýsingar ætlar að senda út gagnvart þessu? Þannig hef ég mitt réttlætt það að ég er eiginlega alltaf með svona gagnrýnið sjónarhorn á áfengisneyslu, sérstaklega barna, ungmenna og það sem að ég viðkomum hópum af því að mér finnst bara að það sé eiginlega engin annar fjölmiðill eða fjölmiðlamenn að sinna þessu. Nei, og þannig ég leyfi mér bara að vera hlutdrægur. Já. En þetta er mikið umhugsunarefni. Þetta er áhugavert að heyra að tala mjótina í þessu samhengi að þarna náttúrulega komi fólk, krakkar allstaðar að það er lemst eitt staður hagkaup í Skeifunni. Já. Það kemur fyrir að ég á þarna leiðum kannski á kvöldin. Þetta er ekki alltaf góður staður að heimsækja. Það er einmitt, það er ákveðið myrkur stundum fyrir utan búðina og stundum er inni mjög svona fjölmennir hópar og stundum líður mann bara freka vel þegar maður er búin að fá vörurnar og komin aftur inn í bíl og bara ekkur í burtu. Ég held að engum detti í hug í því samhengi að það séu bara hverfiskrakkarnir sem að séu þar. Nei, akkurat, og það var nú bara fyrir 2 árum þar sem að til dæmis félagsmiðstöðvar og lögreglu og foreldrafélög Reykjavík fóru bara í risastórt átak gagnvart hagkaup í Skeifunni því að það kom bara upp tímabil þar sem að það var rosalega stór hópur unglinga og ungmenna bara, við erum að tala upp í 18 eða 20 ára niður í 10-12 ára sem voru að safna saman aðalega af því að það er spennandi leið og einhver stór hópur á þetta höfðun er að safna saman, það er stundu slagur, það er sérst vídeóði, einhver er að drekka þetta er auðvitað spennandi í augum unglinga ég sjálfur finnst þessu spennandi mér var gaman að gera eitthvað sem að var svona aðeins út fyrir línuna og það vatt í rauninni bara það langt upp á sig að bæði hagkaup þurfti að bæta við öryggisgæslu sem hafði ekki í við þessu af því að þau eru náttúrulega ekki að vinna sem lögreglur eða félagsmiðstöð annað vissi ekki hvernig átt að díla það og félagsmiðstöð Reykjavíkur allar og meira þess að utan Reykjavíkur, bara í nærliggjandi sveitafélögum voru í meiri mánuð eða 2 með svona hverfisuröldvakt í Skeifunni og því nágrenni daglega bara ekkert meira heldur en að vera sýnileg sjá andlitin, spjalla við þau þekkja og vita hvaðan þau koma að þau komið það víða að og þetta leiddi bara því að þú veist ef ég sá einhvern til dæmis úling frá mér þá gæti ég til dæmis ringt heim og bara lýst yfir áhyggjum bara heyrðu það var hann í kringum mikla áhyggjum eða hún og bara láta þau vita og þetta í rauninni bara skilaði sínu af því að hægt og rólega fórum þessu ungmenna að finna fyrir því að þau fengu ekki að vera í friði þannig að það var eitthvað aðhald Er vandinn leystu núna? Þannig að bara langt sinni að koma inn í þessa búð Sko, hagkaup, já og nei þú veist, núna er í rauninni bara komið að því að þarna kom bara svona smá svona tímabil þar sem þetta varð vinsælt og annað það er ennþá hópar ungmenna að flakka allar Reykjavík og lengra, þú veist, stundum eru í mjótinni og meira þess að stundum núna nýlega mikið í Spönginni að þetta er alveg svona hópur sem bæði bara laðar að en líka á ekki sín svona griðarstað þau standa höllum fættu, þau eru bara þú veist svona utansins kerfi og kannski búin að brenna marga brýr og annað og þarna hefur verið ótrúlega mikilvægt skref stigið hérna með flotanum sem er flakkandi félagsmiðstöð af því að það hefur verið vettvangstarf félagsmiðstöð hefur verið til alveg upp á aldamótum og að við förum út fyrir hús félagsmiðstöðuna til þess að mæta úlingunum og það í rauninni hefur okkur verið bara svona eftir þörfum í rauninni en núna var, þú veist, ég var með í tilraunaverkefninu í kringum 2020 þar sem að
að það var bara heilt sumar bara starfsfólk bara sér starfshlutfall fengin í það að þú ert bara að flakka á kvöldunum, sérstaklega á sumrin og núna þetta orðið að bara sér félagsmiðstöð sem að ekki minni húsakynni heldur bara finnur og mætir úrleikunum á þeirra forsendum þar sem þau eru og þetta bara það að kortleggja þessi ungmenni kynnast þeim, þekkja þau annað hefur skilað gríðlega miklum árangri. Frábært að heyra. Og meira þess að komið það langt að núna náttúrulega bara allir félagsmiðstöð starfsmenn í Reykjavík sem að geta búist til þess að vera með á flóttavöktum. Við erum alltaf í skærbláum úlpum, við vorum mjög sýnilega á menningarnótt og svona starri menningartengdu viðburðum það sem líklegt að unglingar hittist og hópist saman og annað og oftast þetta akkurat, þú ert bara að hitta unglingar bara ykkur góðri stemmingu. Ég kalli þetta ofta að vera bara stemmingsleika, við erum bara að tjekka hvernig stemmingin en svo þegar að stemmingin ekki góð og það átöð en einhver að drekka og annað, þá bara mikilvægt að sé einhver starfsmaður sem getur hringt til lögreglu, veit hvernig á að tala við krakkana, veit hvernig á að nálgast þau án þess að þau flýi og fyrst og fremst viti hvað þau koma, hvað þau heita og geta hringt í viðkomandi skóla, félagsmiðstöð eða heimili. Þannig að það akkurat svona verkefni sem í gangi og skilur mér umfjöllum finnst mér. Það finnst mér líka. Það var nú gott að við erum hérna í loftinu. Já, 100%. Heyrðu, en leiðu okkur aðeins að skiknast í Hólmaseli. Já. Svona undir lokviðtalsins nú þegar fer að svona síga á seinni hlutan hjá okkur. Hvað eru krakkarnir að gera? Það bara hvað eru ekki að gera. Þetta náttúrulega félagsmiðstöð sem fyrirbæri í rauninni bara þannig uppbyggt að þú ert með svolítið svona gríðarstað úlingana. Svolítið stað þar sem þau fá svolítið að flýja þennan fullorðna heim eða í rauninni svona þessa fullorðnu valdhafa í þeirra lífi. Það engin kennar og engin foreldri og þau flokka oftast okkur félagsmiðstöð starfsmenn ekki sem ykkur að fullorðna. Þau viti ekki alveg hvað það hafa okkur af því að við erum svolítið bara aðeins nær jafningjagrundvelli þó þau átti sig á að við erum þeirra til handa. En þau eru bara að gera allt. Þau til dæmis eru félagsmiðstöðar vettvang til þess að bara læra á svolítið lýðræðislegt samfélag. Það bara í lýsingu félagsmiðstöða og þar eru til dæmis bara eins og í okkur og flestum félagsmiðstöð þá búa þau til dagskrárna sjálf. Það bara einu sinni mánuði stórfundur, það eru fengnar hugmyndir, kosið hvað að gera og svo framkvæmið þetta dagskrá með þeim. Stundum þetta bíókvöld eða pop, stundum þetta einhverju leikir eða keppnir. Það eiginlega alltaf einhver dagskrá. Stundum þetta eins einfalt og bara púsla og perla. Símanum svolítið skotið til hliðar? Í rauninni ekki. Við reynum alveg að nýta okkur það að þú veist, það er frítt Wi-Fi og allt það en við erum að grípa þetta svolítið akkurat sem tækifæri bara til þess að eiga umræðu. Við getum aldrei fara að banna síma hér og þar eða stungi upp á því og hvað hannig heldur nýtum við þetta meira til þess akkurat að þarna fara svolítið að spjalla við krakkan og þeirra forsendum sem ótrúlega skemmtilegt og það má gefa úlingum það þau eru töluvert fróðari sinn raunveruleika heldur en fullorðna fólki heldur. Við höldum alltaf að við vitum aðeins betur en þau sem við gerum í mörgum tilfellum en þau eru oftast með frábæra innsýn inn í sinn raunveruleika og sinn heim og það maður fær ekkert innsýn að nema spjalli við þau á jafningja grundvelli og svo segjum við líka oft bara eins og allt sem í boði félagsmiðstöð. Við erum með þetta klassíska pingpongborð og það biljartborð, það píla, það eru tölvuleikir. Þetta eru allt bara svona svolítið verkfæri til þess að kynnast þeim, til þess að detti í samræður. Stundum þarft einhver svona millivegg, bara sitja hlið við hlið PlayStation, allt einu fer að spjalla um eitthvað sem að þegar þetta óþælt að spjalla bara augt til auglits. Þá þetta allt svona, þetta er bara vettvangur til þess að brúa svolítið bilið til þeirra á þeirra forsendum, gefa þeim tækifæri til þess að svona vaksa og dafna í kringu sína jafningja, móta sína eigin reglur, rekast á, þú veist, efla bara félagsfærn og félagstengsl finnst mér virkilega mikilvægt líka sem að félagsmiðstöð vinna mikið í og við köllum þetta óformlegt nám sem það þetta kennt í tómstundafræðinni og það bara rosa margt sem gerist hana. Það svona erfitt að setja puttan á nákvæmlega hvaða því að svo líka eins og sem forvarnastarf kemur oftast í birtingarmynd þess að við kynnum börnunum vel. Bara þegar þau treysta okkur rosalega forvörn því að þá fara þau að treysta okkur fyrir hlutin sem að þau vilja kannski hjálpið. Og þar getum við grip inni og við segjum oft úlingana að ég ekki lausnin við neinu en það mjög líklegt að ég viti hver með lausnina. Þú veist hvert á að leita og hvert næsta skref og annað. Þannig að tröstið algjör lykilbreyta það. Já, það það. Og þú veist bara það, maður sér það ofta að úlingarnir mæta ekkert alltaf við félagsmiðstöðin út af viðburðunum og því sem í boði, heldur út af starfsfólkinu. Og starfsfólki sem ráðan í félagsmiðstöð eru bara fyrirmyndir. Þú veist, þetta bara svona fullorðið fólk sem aðeins nærðum í aldrei heldur foreldrar og kennarar sem að kunna oft bara tala þeirra mál og það ofta akkurat svona lykillinn í þessu.
og svo ofan á það er svo margt annað hérna að þú veist eins og við erum með ungmennaráð í nánast hverja einustu félagsmiðstöð og svo hverja einustu hverfi og sveitafélag á Íslandi núna sem oftast en ekki er haldið utanum að félagsmiðstöðum þar sem að ungmennin fá svolítið bara að plana og ræða sinna á milli hvað þau vilja gera við sitt líf og sitt umhverfi og nærumhverfi eða stórumhverfi hérna og geta boðið sér fram lýðræðislega eins og í ungmennaráð samfyrst þar sem að það koma krakkar og öllu félagsmiðstöð á landinu og eru með kosningar í sínum kjördæmum bara alveg sem eru uppsetta á Alþingi og allir sem að vilja bjóða sér fram halda ræðu, þú ert kosið til 1 árs eða 2 ára og þetta er alveg svona risaferli sem að þau fá að læra og taka þátt í og finna svo afleiðingar af því að þau hafa einhverja rödd þegar svo taka þau þátt að þeim er boðið stundum að pallborðsumræður verið svo núna í síðustu vikunni að það fengu ungmennaráð samfélags að tjá sig bara akkurat sína upplifun á netinu og símónum og öllu því öryggi sem þar tengist og svo ætla ég ekki að gleyma að nefna líka bara sértækt hópastarf að þetta er það sem að ég myndi segja að félagsmiðstöðvar eru oft með mikla sérþekkingu í þessu og finnur ekkert á mörgum öðru stöðum er að þegar þú ert með ungmenni sem að standa höllu fæti kannski út á bara félags reynslu eða bara félagsfærni að þú getur ekki rétt í bók og sagði hérna lærið þú að eignast vini eða svona talað þú við fólk svo að treysti þetta er ekki eitthvað sem þú kennir nema bara ekki reynslu og þannig erum við sértækt hópastarf sem að grípa svona ungmenni mynda kannski hóp í kringum með eitt markmið og það er kannski bara að draga úr neikvæðri menningu bara því að það er ofta þessu ungmennahópum bara baktal og annað sem að brýtur traust og að verða mikið drama við elskum drama í félagsmiðstöðum og þannig er það bara við fullorðnu elskum líka drama en að leysa drama eins og fyrir úlingunum þau halda að sé er oftar en ekki bara handleiðslega í félagslegum samskiptum í gegnum eitthvað lítið apparat sem við köpum sértækt hópastarf stundum er þetta bökunarklúbbur þar sem við bökum en það er alltaf eitthvað umræðefni og við borðum svo og spjöldum höldum áfram að spjalla og stundum er þetta að fara eitthvað og bara gera eitthvað og virkja þau að alltaf þú getur alltaf notað einhverja tómstundir og frítíman sem bara uppeldist tól og það er það sem ég segja að félagsmiðstöðvar starfsfólk gerir bara langt best að þau kunna að tala við þau kunna að nálgast þau kunna að fá traust þeirra og þau nýta þetta í akkurat að byggja þau svolítið upp og vera svo bara í stöðum samskiptum eins og við foreldrar og annað og foreldrar ofta leita til okkar út af áhyggjum sem þau hafa eins og erfitt og leiðilegt vandamál bara að þú átt ekki vini að þetta er ekki auðvelt vandamál að yfirstíga og það voru oft leita til félagsmiðstöða eða samskipti einhverja, þú veist, bestu vinir er alltaf ekki bestu vinir, þá getur við stundum bara með litlu spjalli hjálpa til maður þarf kannski ekki að vera mjög vinamargur til þess að verða hamingjusamur en maður þarf eiginlega einn vin þú þarft alltaf að allur vinur á engan vin eða einn og svo er það líka bara það, raunveruleika og upplifun úlinga, bara sem úlingur og að vera úlingur, það voru allir úlingar það er svo mikilvægt að fá að tilheyra einhverju bara leið og þú finnur þig vera ekki partur af einhverju samfélagi, einhverjum hóp og annað að það er ekki góð tilfinningu veldur vanlíðan, það getur valdið félagslegri einangrun og það í rauninni allt það hefur svo getur boltinn fara að rúlla og vatt upp á sig einhverju ennþá stærri vandamál og þarna viljum við grípa inn í sem forvörn að það er ekki bara, við erum ekki bara að fyrirbyggja áfengisdrykkju, við vitum bara og vímuefnaneyslu, við vitum í rauninni bara hvar þarf að stíga inn í til þess að manneskju líður vel til þess að boltinn fari ekki að rúlla yfir í stærri vandamál Mér dettur líka í hug þegar ég heyri þig lýsa starfinu innblásinn og augljóslega miklum áhuga sem er virkilega gaman að skynja hérna við rauðaborðið að mér dettur líka í hug að félagsvísta fólk út allan heim er núna að skrifa fyrirbæri eins og leikinn mikilvægi samskipta í leiknum sem hafi svolítið orðið undir með þessum tæknibreytingum að við séum öll saman að gera eitthvað undrið, mikilvægi undursins að við sköpum, við leyfum ímyndunaraflinu að ráða búin til undur, búin til svona lítil kraftaverk í veröld sem getur verið ansi grá þannig að allt sem að þú ert að segja er líka eitthvað sem að við þessi fullorðnu ættum að taka og hlusta á í okkar eigin menningu Já, bara klárlega, það gleymaldrei að vera unglingur eða barn er bara virkilega mikilvægt að sinna áhugamálu sínum fyrir þú skiptir ekki máli hvort gamall eða gömul, bara að sinna einhverjum áhugamálum er virkilega bara jákvæmt fyrir líðan og leika sér saman og líka bara leika sér saman þetta er svo bara
þú veist, bara hópefli mér alveg hjartanskert, ég elska hópefli og hefur oft verið að fara á vinnustæði og íþróttalið og annað bara með hópefli því að eina sem þetta að þú ert að búa til aðstæður til þess að kynnast hraðar til þess að mynda einhver traust, einhver móral í gegnum akkurat bara leiki þú getur alveg gert þetta náttúrulega bara með að halda vinnustæði og það gerist alltaf eitthvað en að búa til aðstæðuna fyrir það í gegnum akkurat einhver svona apparat eins og leiki eða og já, samvinnuleiki eða hvort sem þessi keppnisleikir, spurningaleikir eða eitthvað. Þá geta undur gerst. Það geta undur gerst, alveg klárlega. Heyrðu, hérna, þú ert að fara að tala, það ekki, ásamt fleirum á ráðstefnu? Já, náum áttum. Náum áttum, er það hjálpræðisherinn eða í húsnæði hjálpræðis? Já, þetta í húsnæði hjálpræðis. Já, einmitt. Hvert þema sem sagt, hvað þýðir náum áttum? Já, fyrir hvað stendur það? Náum áttum held ég þekki ekki nógu vel nákvæmlega fyrir hvað stendur og ofná en ég myndi segja þetta sé bara það að upplýsa og fræða samfélagið og fræðisamfélagið þá sem að vinna á vettvangi og annað bara líðandi stundir og til dæmis það sem að þemað núna akkurat unglingadrykkja að aukast og það akkurat umræðefni, það hefur að fara að fjalla það bæði viðbrögð og annað og þar kem ég til dæmis inn með kynningu á svolítið nýstarlegri eða nýrri tegund foreldrasamstarfs það sem það búið að vera mér alveg svona smá hugleikið síðastliðin ár í starfi að það akkurat eins og ég nefndi hann alveg í byrjun viðtals að það þetta samheldni eins og foreldra og samfélagsins að maður sér það líka bara í foreldrasamstörum að það einhver skautun þar að það ekki allar á sama máli hvar ábyrgðin liggur eða hvar foreldrar að gera og meiri sem dæmi bara það vandamál sem ég skil mjög vel en til einhver lausn við bara vilja leyfa börnunum sem vera lengur út á kvöldin svo þau sé ekki í tölvunni en þau eru samt að fara á bá við lög og segja börnunum sínum að gera það sem ekkert endilega réttasta leiðin en til þess að sporna við einhverju sem þeim finnst vera verra en þá oft spurt hvað maður annað að gera og það bara að vera með banninu spilaði með í töluleik flakkið saman á TikTok að þau fara að sjá hérna algrímið sem að bannið þeirra séu bara búið til einhverja samveru úr því en þetta akkurat, hefur reynst þröndinni hvað sem að þingri að fá foreldra að borðinu þegar þú ert félagsmiðstöð að því þú veist, það eru mikilvæg foreldra samstörf í skólum og bekkjakvöldum í skólum eða bara foreldrafundi, það líka í íþróttafélagum þar sem foreldrarnir eru kannski fyrir stafni að borga fyrir barn og ýta undir þetta sína áhuga og annað, skátafélagum eða trúfélagi annað, svo skil ég mjög vel að þegar félagsmiðstöðin kemur þar sem þetta opið starf, barnið mætti stundum og stundum ekki og við erum ekkert að nefna foreldrasamstarf þú ert búin að fá 4 boð í mánuðinu þá nennur ekkert endilega að mæta hana í 4. skiptið með sama fólkinu okkar sem að finnst mér svolítið erfitt að því að þú veist hvernig ætlar þá að dreifa þú veist þessu boðskap félagsmiðstöðar til foreldra eða bara upplýsa hvað gerist innan veggja hússins og ég að ræða þetta vandamál við Lasse mann sem frá Finnlandi á ráðstofnunni í Noregi þegar ég var bara með mínu kollugum í Skandinavíu og ræða nákvæmlega þetta því að þetta ekki vandamál bara á Íslandi heldur bara á Evrópuvísu bara að ná til foreldra og þessi samheldni foreldra hann sagði mig frá tilraunaverkefni sem að gera 2010 sem var bara að vera bara með félagsmiðstöð fyrir foreldra það sagði þetta bara simulation og ég tók þessa hugmynd bara beint frá honum og var bara með félagsmiðstöð að hermir foreldra það sem að upplagt var að því að opna húsið fyrir bara foreldrum og engum börnum börnin þyrfti að vera heima og skipta hlutverk og kannski taka til eftir kvöldmatt og foreldrarnir komu að chilla í Hólmasheiði bara setjast í sófan og spila pingpong og hugmyndin var aðalega bara að gefa þeim innsýn inn í starfið frá fyrstu hendi og við byrjum svolítið þessi skemmtilegu kvöld á því að starfsfólki okkar tekur á móti foreldrunum nákvæmlega svo börnunum það bara, við breytum engu við starfið okkar og við erum bara að spyrja hvað gera foreldrar þínir sem ekkert alltaf besta spurningin að spyrja vel að það hatt en bara svona að gefa þessu einsýn svo setjumst við bara í sófónum og við erum að spjalla sumir prófa Playstation og sumir eru í pingpong og alveg sem með börn og unglinga þá eru foreldrar fjölbreyttir á þau og sumir þarf að draga inn eða ekki ansi margir svolítið feimnir og asnalegir jú, það bara eins og maður og við kannski erum ennþá finnari sem fullorðið fólka þegar við erum búin að missa þetta touch á því að vera barn og unglingur bara að lappin í aðstæður og þarna þarf maður bara að nota krafta félagsmiðstöðar starfsfólksins að draga þau, tökum einn pingpongleik og svo allt í einu ertu byrjar að spjalla eitthvað og þá býður þau mig kaffi og eitthvað þannig og þetta eiginlega bara vatt upp á sig Svo kemur einhver pappi inn og hann ætlar í borðtennisin hann ætlar í borðtennisin til að vinna það er alltaf nokkur sem eru við borðtennisborðið bara allt kvöldi sem er mjög skemmtilegt og svo eru líka margir sem aðeins og
aðeins og góður aðeins til þess að vera, hann ætla bara að kíkja við stutt og svo lokka maður inn í spjalli meira sem við erum með svona hlaðvarpsherbyggi hjá okkur og það foreldrarnir elska að setjast þar og spjalla saman það er svo gaman að heyri sjálfum sér og okkar og þetta er svona vatt upp og svo að verða bara að mánaðarlegum viðburð hjá okkur að núna bara síðasta 5. dag í hverju mánuði þá er bara þetta foreldraköld eða félagsmiðstöðva hermirinn að því við erum ennþá að gera þetta við erum bara prófum að vera með dagskrá við vorum í brjóssykurskerðina hérna fyrir sumarið með foreldrunum með happdrætti þá sem tóku þátt gátt unni brjóssykurskerða sett það var virkilega vel sótt og það sem að kom okkur kannski mest á óvart er að svona vaninn í félagsmiðstöðum og býr foreldrum á foreldrafundi að kannski mæta 20 af 2000 og þarna fórum við að sjá fyrstu opnun 30 okkar manns og svo lækkaði þeir aldrei svo bara mættu 37 og svo 40 og svo á þar síðustu opnun voru hátti 70 manns í húsi sem er bara eins og venjuleg félagsmiðstöð hjá okkur að það voru bara, fólk var bara hana að kynnast að því að svo er þetta líka það bara foreldrasamstarfi er ekki bara að kynnast starfinu og fólkinu á baka starfið það er að foreldrar kynnist innbyrðis það þú þekkir foreldra vina barna þinna það bara eykur strax þessi uppeldislegu þú veist, tengsl það heldur foreldrum á tánum, þau eru meira samstíga eins útvistatíman og annað eða hvaða bíómyndir má horfa og hvaða tölvuleiki má spila ef foreldrar þekkjast og það eru styttir bóðulegur á milli því að þau hafa hist auglið til auglið bara gamla ættbólka samfélagi já, nákvæmlega og þetta er rauninni kjarnin með þessi foreldrar hermi við höfum bara svona óvart leitt inn á er bara að mynda vettvang fyrir foreldra að bara chilla af því að svo það ofan og við erum búin að fá að heiða frá foreldrum að þau eru sumir sem bíða spennt eftir þessu hverju mánuði af því að ef þú ætlar að fara að gera eitthvað sem fullorðinn einstaklingur í dag þá þarf það annarkvort að vera með einhverju miklu tilgangi eða kosta eitthvað eða bæði ef ég ætla að fara að hitta vini mína þá þarf að vera hvar ætlum við hittast, hvað ætlum við að gera og hverjir komast og af hverju erum við hittast eða eitthvað svona en bara það að opna dyr og þú getur bara að labba inn og labba út þegar þú vilt bara þessi félagsmiðstöð fyrir unglinga þetta er ekki til fyrir fullorðið fólk og það er kannski svona kjarnin í þess að þau sækjast í þetta út að nákvæmlega sömu forsendunum og krakkarnir þeirra að bara fá einhvern griðastað einmitt, griðastað Heyrðu Valgeir Þór Jakobsson, virkilega gaman að hitta þig sem formann Samfés og hérna sem sagt starfsmann þessar félagsmiðstöðar hérna í Breiðholtinu ég segi nú bara lifi Breiðholtið Já, sömuleiðis Ég ætla að segja þér eitt brandara á lokin Já, hvað með það? Þegar Ara Eldjárn leiddist upp í standara og hann fór til pappa síns og sagði, pappi, mér leiðist, gerum eitthvað skemmtilegt. Þá sagði Þórarinn Eldjárn, pappans, bók í hönd. Og það var eina sem Þórarinn hafði við Ara að segja, samkvæmt því sem Ara hefur sagt í uppástandi. Þannig að það er líka bara bók í hönd. Já. Lifir það ekki enn? Er ekki enn hægt að taka sér bók í hönd? Jú. Svo Þórarinn sagði marg oft við Ara. Minna gert að því en það er hægt. Já, það er einleiðin. Já. Herðu, hérna, kæra þakki fyrir komuna. Já, takk fyrir að hafa mig. Og gangi ykkur vel og hérna þessi ráðstefna hún er eftir 2 vikur eitthvað svoleiðis. Já. Og verður kynnt betur síðar. Já. En spennandi að fylgjast með því. Takk fyrir komuna. Já, takk fyrir það. Og við ykkur kæru hlustendur og áhrifundur vil ég líka segja takk fyrir að fylgjast með okkur í kvöld. Þættinum er þá lokið. Við minnum ykkur á að ef ykkur líkar við efni samstöðarinnar þá yrði okkur og vonandi ykkur þægði því líka ef þið myndu taka þátt í að deila efni samstöðarinnar. Ef þú hefur rekist á YouTube myndband eða séð eitthvað á Facebook á okkar vegum eða bara frétt á samstöðin.is eitthvað sem að þér finnst gott og mikilvægt í samfélagslegri umræðu þá endilega deildu því að með því vöxum við og fáum meira vogarafl og getum þá búið til meiri og öflugri dagskrá fyrir þig. Nú, það eru einhver 1000 áskrifenda sem styrkja okkur í hverju mánuði og ef þú hefur oft velt í fyrir þér að þið langi til þess að sýna okkur það í verki að þú sért sátt eða sáttur við okkar dagskrá endilega lítu við en þú hefur ekki komið í verk að styðja okkur endilega lítu þá við á samstöðin.is skrollaðu niður, findu hnapp þar sem ástendur áskrift og þar getur við gegn aðeins 2750 krónum á mánuði sem er svona eins og hálfur hambúrgari í miðbæ Reykjavíkur andvirði hálfs hambúrgara fyrir aðeins 2750 krónur getur þú lagt hitt að mörkum mánaðarlega og það hefur mikið það að segja að við höldum áfram á tímum, við getum sagt ólgu sjávar í fjölmiðlalandslæginu
Því þið hafið heyrt af uppsögnum fjölmiðla upp á síkastið og vitið það að vegur fjölmiðlunar í Íslandi þyrnum stráður. Við erum hér fyrir þig. Takk fyrir að horfa. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.